ég staddur hérna á Hólavegi á Dalvík, en hérna búa Arnar og Jón Arnar, en þeir eru þekktir fyrir að vera mikil jólabörn og skreyta alltaf sérlega mikið fyrir jólin. Ég held ég vel að sé að skreyta jólatréð núna, ég ætla að kíkja í heimsókn og sjá hvernig það lítur út hérna. Hvenær byrjið þið að huga að jólunum? Við byrjum svona, já, kannski miðjan nóvember, eitthvað svoleiðis. Svona að setja okkur í gang, í gírinn. Þá fyrir nonni að kíkja á seríurnar og athuga hvað þarf að kaupa inn og græja og svona. Það þarf að þrífa gluggana og svona og aðeins að þurrka af á hana að það þjappaði betur. Já. Og svo byrjið þið að setja upp, hvað eru þið lengi að setja upp allt þetta jólaskraut? Við erum í rauninni ekki nema kannski svona 2-3 kvöld. Og þetta er náttúrulega skipulagt, mjög skipulagt. Það er svona ákveðnir hlutir eiga sinn stað, hver hlutur á sinn stað og þetta er bara mjög skipulagt þannig að maður fer alltaf á sama stað. Og er þetta alltaf eins ár eftir ár hjá ykkur? Er það breytt upp á einhverjum nýjungum svona? Ekki mikið. Þetta er svona þessi jólasveina fara á þennan stað, þessi snjókarlar fara á þennan stað, englarnir fara á þennan stað. Þannig að við reynum að hafa þetta svolítið þannig sko, en auðvitað náttúrulega kemur alltaf aðeins nýtt inn í og aðeins svona breytingar hverju ári. Hvað eigið þið mikið af jólaskrauti? Hvað er þetta margir kassar sem eru með? Við töldum að ganni okkar núna daginn vorum að hlæja þessu. Það voru 38 kassar sem við vorum búin að pakka niður í fyrra. Og hérna, já, þá kannski búast við verið 40 í ár. Bæti svona 1-2 við á hverju ári. Já, þeir eru pakkuð niður, sko. Frá því að við byrjum að búa, þá hefur við kannski tekið þetta svolítið öðrum tökum, sko. Við gerum þetta snemma. Og þetta er líka það mikið að það myndi ekki nenni að setja þetta upp bara á Þorláksmessu og taka þetta upp svo 10 dögum síðar, sko. Þannig að við setjum þetta upp snemma til þess að njóta þess að hafa þetta í góðan tíma. Einmitt. Þeir leggja mikla áherslu á að njóta aðventunnar og eitt af því sem þarf að gera er að velja jólatré. Við gerum margt skemmtilegt í desember, sko. Við förum núna og höfum gert undanfarin ár, tekið okkur 2 daga og farið rúnd til Reykjavíkur, sérstaklega þá niður á Akranes, þar sem að Jón er fæddur og uppalinn, og farið í svona aðventuhopp, svona stuttaferð með alla jólagjafirnar til fjölskyldu hans, vina og vandamanna. En í ár þá brutum við þetta pínu upp því að fjölskylda Jóns og þá sérstaklega faðir hans, heitinn, Sverrir Hinrik Jónsson, hann stóð fyrir að planta trjám í ákveðin reit sem að þau fjölskyldan eiga þarna nálægt Akranesi. Og í ár þá fórum við í reitinn og Jón hjó niður jólatréð okkar núna, sem við erum svona að fara að byrja að skreyta. Já, við sjáum það hérna fyrir aftan ykkur, þetta er glæsilegt tré. Hvernig tré er þetta? Þetta er fjallaþynnur. Já. Eðalgreni, mjög fallegt. Já. Og þetta er tré sem er örugglega sko, 15-20 ára gamalt. Já. Við reyndar þurfum að taka aðeins neðan að því til þess að koma því í bílinn. Þannig að það var aðeins stærra, en þetta er alveg gamalt tré, það vex mjög hægt, þetta fjallaþynnurinn. Já, það smellpassar hérna. Já. Er ekki bara komin tíma að skreyta það? Já, við ættum bara að fara að drífa í því, held ég. Hún er alltaf sinnum með þetta. Þegar kemur á skreytingagleði þeirra Jóns og Arnars, þá er sjálft jólatréð engin undantekning. Já, það fyrir aðeins mikið á það, en það er líka svolítið svona stílhreint. Já. Það er ekki bara einhvern veginn. Nei, það er ekki bara allt mögulegt á því. Það er svona svolítið mikið hvítt og gylt. Já. Einmitt. Og margt af þessu er svona gamalt skraut sem við erum búin að eiga lengi. Má ég prófa að setja einn á? Já. Alveg velduðu bara. Þetta er alveg þessi hérna, sko. Ég vil ekki vera Eirík á system, skiptir ekki máli hvað það fyrir það? Nei, það er ekki þannig.
Mamma mín var alin upp fyrir það að stofunni var lokað á Þorláksmessu eða aðfangadagsmorgun. Tréð var skreytt og síðan fékk enginn að fara inn í stofuna fyrir klukkan 6 jafnvel á aðfangadag. Og náttúrulega hátíðleikinn mikill vegna þessa alls sko. Já. Við heyrum stundum að fólk segir við okkur að þið skuli nenna þessu öllu. Og fólk kvartar undan tímaleysi. Við segjum í rauninni, já, það stundur sem maður hefur ekki tíma, en þá bara býr maður hann til. Já. Og finnur sér einhver tíma til þess að gera hlutina, en kannski án þess að vera í einhverju stressi. Já, það er ekki mikið stress á ykkur, þó þið séu... Nei, og sko, ef við hefum ekkert gaman að þessu, þá myndum við ekkert gera þetta. Ég myndi ekki nenni að gera þetta í einhverju stressi bara því ég þarf að gera það. Nei. Við gerum þetta því að okkur finnst það gaman og njóta þess. En hvernig hafa viðtökurnar verið meðal vina og vandamanna? Mörgum finnst við náttúrulega svolítið ruglaðir og við sumir segja að við förum svolítið offari. Ég vil nú ekki meina það og ég vil nú ekki meina að við tróðum neinum tær með þessu. Þetta er auðvitað bara svona pínu árátta, en við erum auðvitað báðir, já, pínu fagurkerar, elskum fallega hluti og viljum hafa fallega hluti í kringum okkur. Sumum finnst að hver einasti fercentimetri á heimilinu sé svo nýttur að það sé varla hægt að koma niður fingri. En já, það er kannski einhvern smá tíma af ári. En við erum auðvitað á margan hátt, þá auðvitað lifum við kannski pínu öðruvísi lífi heldur en margir aðrir. Við erum tveir drengir tveir strákar, tveir menn sem lifum saman. Og auðvitað er okkar svona líf og okkar svona daglega amstur kannski ekkert alveg með hefðbundnum hætti. Og því þurfum við öll að vera eins, spyr ég. Jólamaturinn er stór hluti jólana hjá mörgum og það liggur eiginlega beint við að spyrja þessa miklu jólakalla hvað þeir ætli að hafa í jólamatinn. Á aðfangadag þá höfum við undanfarin ár verið með purusteik og við höfum líka eldað núna undanfarin ár fyllta önd upp á danskan máta. Þannig að þið eru ekkert svona sérstaklega íhaldsamir þegar kemur að jólamatnum til dæmis? Nei, alls ekki. Í rauninni ekki. Við erum alveg tilbúin að breyta. Það er ekki alltaf bara svína hamborgarhryggur? Nei, og það er oft mikið af þessum mat eins og hangikjötið og puran, þetta er svo salt náttúrulega. Þannig að Pabbi kemur alltaf og færir okkur heimareykt hangikjöt. Hann og félagar hans, þeir eru með reykingakofa fyrir ofan bæinn og þeir kveikja upp í kofan, hvað held ég, alltaf því 20 sinnum eða yfir það fyrir jólin og reykja dásamlegt kjöt. Ilminn leggur yfir allan bæinn. Já, og þetta heimareykta hangikjöt sem að þeir eru með er náttúrulega bara, þá eru eiginlega yfirleitt jólin komin. Hérna erum við nokkuð búin að setja allar kúlurnar á einn stað í jól. Þetta er búin að standa bara á sama stað og hengja tréða með talar. Það kannski þarf að velta bara á hliðina. Æ, það er nú ekki 100 hættunni. Nei, þetta er bara fínt hjá okkur. Þetta er að verða alveg ótrúlega flott. Við þurfum ekkert að færa mikið til. Það er svona ef maður stendur bara við aðra hliðina. Þetta er glæsilegt. Er það ekki? Jú. Þetta sé bara komið í ár. Já. Jón og Arnar, það var ótrúlega gaman að tala við ykkur. Takk fyrir að taka mót okkur. Já, bara gaman að koma. Sömuleiðis, gaman að fá okkur í heimsókn. Ég segi bara gleðileg jólin. Já, gleðileg jól. Gleðileg jólin, sem leiðist gleðileg jól.